Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við aðeins að huga að andlegri líðan barna. Hún komin til mín, hún Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, sálfræðingur, velkomin. Takk fyrir. Þú ert með sjálfstætt starfandi, ekki? Jú, það rétt. Ég rek mína sálfræðistofu með þessi sálfræðiþjónusta upp í Kaupangi og hef gert það nú í nokkur ár. Já, frábært, nóg að gera. Já, reyndar og stundum hugsa maður því miður er nóg að gera, en það er nú þannig, það er nóg að gera. Og ertu bæði að hitta fullorðna og börn? Já, fólk á öllum aldri, sinni ýmsum verkefnum. Sálfræðin kemur að svo mörgu, þannig að maður er víða. Og hvernig kúplar maður sér svo út úr þessu? Er það eitthvað kunst? Já, það er vissulega. Ég er búin að vera í svona 20 ár, sko, þannig að það er eitthvað sem... Má ekki fara með vinnuna heim? Nei, það er auðvitað verkefni. Nú er allir að vinna heima eða hvað, þannig að vinna og fjölskyldulíf. Já, það er svona, við erum sálfræðingar auðvitað reynum að nýta okkur tækni og það eru ákveðnar lausnir í tæknimálum. Svona Skype-viðtöl einhver eða? Ekki Skype líklega, en svona, landlæknir er svona búin að opna á ákveðna þjónustu sem að sálfræðingar geta nýtt sér ef að leyfi landlæknis best fyrir því. Það er ekki komið í gegn eða hvað? Jú, það er reyndar, þeir eru að vinna mjög hratt núna. Og ert þú byrjuð að taka svona fundi? Já, við nýtum okkur það. Já. Og að því að við ætlum að forvitnast svona börn og hvernig þeim líður mögulega. Þú hittir börn og ert eitthvað vör við svona aukinn kvíða eða? Já, sko, ef ég tek nú saman sko hvað það er sem ég líklega sinni aðalega í minni vinnu og þá er kvíði mjög ofarlega þar. Þannig að hann er líklega algengasta ástæða fyrir komu. Og varðandi kvíða núna, tengt þessum aðstæðum núna í þjóðfélaginu og þá kannski það sem og ég hef svona aðeins verið að velta fyrir mér er að þetta er að gerast hratt og þetta er svona í byrjun árs sem að það fara að koma rosa stórar fréttir einhverja veiru, eitthvað sem að gengur yfir jörð og þá voru börn í viðtölum meðal annars að tala þetta og komu með þessar óraunhæfu hugmyndir sem auðvitað gerist þegar maður er kvíðinn og maður veit ekki, það er eitthvað óöryggi þá kannski það eru allir sem deyja sem að fá þetta og annað, þannig að óttinn var klárlega mikill. Mér finnst við vera að standa okkur nokkuð vel, samfélagið að halda utanum bara okkur sem þjóð, þannig að jú, þetta hefur ekki góð áhrif á þau sem eru kvíðin, en það er nú samt svona, ég held við sem að sigla þessu ágætlega hvað var það svona þetta upplýsingaflæði og við erum að reyna að vanda okkur. Já. Og foreldrar kannski svona í lykilhlutverki einhvern veginn að tala við börnin sín? Já, þau eru það sjálfsögðu, já. Og hversu miklar útlýstingar á að fara út í eða hvernig í rauninni? Já, sko við þurfum að passa okkur, við þurfum að tala við börnin okkar. Það er gríðarlega mikilvægt, en við verðum að sjálfsögðu að taka mið af því bara hversu gömul eru börnin okkar og þeirra þroski. Og svo sem kannski, já, við ætlum ekki að ljúga börnunum okkar, ég meina þau þurfa að vera upplýst, það er þeim mikilvægt. En þau auðvitað kannski rétt á að vita ekki allt, þannig að við þurfum að matreiða það aðeins, en við viljum, og ég kannski þá hvet foreldra, þeir sem eru að hlusta, að ég vil að við séum að tala við börnin okkar. Þannig að börnin okkar þurfa að fá einhvers staðar rými til að geta viðrað sínar hugsanir, af því að þau hugsa margt og ef enginn spyr, að þá veit maður ekkert hvað þau eru að hugsa og þær verða stórar. Og svo glimja þessar fréttir kannski svolítið mikið alltaf, maður einhvern veginn er að alltaf að uppfæra á netinu og fylgjast með og missir sér svolítið í þetta kannski við fullorðna fólkið. Já, og þar auðvitað einmitt lykilhlutverk líka sem við þurfum að varpa einhverju ró frá okkur yfir á börnin okkar og það gerir engum gott að vera uppfæra nákvæmlega hversu margir eru smitaðir en það sem við auðvitað getum gert er ýmislegt. Það er gott fólk sem er að ráðleggja okkur hvaða bara smitvarnir og annað sem að skólarnir og margir vinnustaðir og fjölskyldunar eru að fylgja og við auðvitað þurfum að ræða það við börnin okkar. Svo varst að segja mér áðan sem að mér finnst áhugavert að sumir kvíðnir krakkar sjá tækifæri í þessu. Já. Ég bara hváði. Já, sko,
Vinukrakkarnir, þau eðlilega og börn hugsa ekkert mjög langt fram í tíman oft, sko. Þannig og þegar þessi faraldur var svona að fara af stað þá átti ég alveg fleiri en eitt samtal þar sem að barnið viðkomandi var þá að ræða möguleika hvernig maður gæti jafnvel fengið smit af því að það gefur manni 14 daga leyfi frá skóla. Hugsaður. Þá það kannski aðalmálið. Því að fara í skólan og svo sleppa því að fara í skólan. Já, ef óttinn þetta sem eru félagslegar aðstæður mögulega, einhverjar aðstæður sem þú ert að upplifa í daglegu lífi, að þá gefur þetta smá hlé frá því. Og öll þessi samvera inn á heimilinu því að það sóttkví eða útgöngubann eða hvað sem, við erum kannski ekki komin í útgöngubannið en samkomubannið og þá fólk meira heima og þá þetta kannski eitthvað sem gerir gott. Já, og það, sko ég held við séum, sko við erum þar svolítið núna, við erum tiltölulega stutt komin með að vinna eins og það svo sem síðasta vika mögulega og þessi vika hefur verið í meiri mæli að fólk heima og börn eru heima á skólum. Og það að vissuleyti finnst börnum bara ákjósanlegt og það verið að rifja upp ýmislegt sem kannski gert í lengri fríum. Svona, spila spil, þó að þetta baka og hafa gaman. Jú, en sko skólarnir held ég séu reyndar að standa sig mjög vel að halda börnum við efni, þannig ég sé ekki annað en að börn að fá þetta heimanám og fundi við sína kennara. Einhvers staðar las ég að krakkar eru jafnvel ánægðir með hvað nú námið svo fókusera í skólanum. Það bara dúff og svo heim. Og jafnvel hefur komið kennurum, heyri ég á óvart, hvað börn getur rauninni tekið líka ábyrgð á náminu sínu, sko. En sérst, við erum þar í rauninni núna. Við erum ekki komin lengra. Og enginn veit svo sem. Nei, og enginn veit, en þetta er ekkert svona allslæmt ef við hugsum akkurat ástandi núna. En það sem ég velti auðvitað fyrir mér þegar ég að vinna mikið með tilfinningar og líðan og hugsanir fólks, að það að þetta auðvitað á eftir að taka tíma líka. Já. Þetta er spurning úthald. Þetta er ekki alveg að fara að klárast á morgun eða hinn, sko. Nei, akkurat. Og svona í samskiptum þegar þau þurfa að vera innan veggja heimilisins, þá fólk meira saman, fjölskyldur eru meira saman og þá auðvitað opnast á pirring og svona alls konar eitthvað. Einhver svona almenn ráð fyrir foreldrar og börn í þeim aðstæðum. Já, sko ég held að kannski þar þurfi fólk að gæta þess að halda rútínu. Já. Það sé ekki snúa öllu við. Nei, að dagurinn hafi upphaf og hann hafi endi og það sé gætt að því að það borðaði morgunverð og lýsið tekið og svona. Fara út að viðra sig. Já, eins og hægt að fara út og bara hreyfing. Við vitum það að hreyfing skiptir máli og fyrir börn afskaplega mikilvægt að geta hrist sig aðeins. Alls konar fótbolta, til dæmis félagi barna minna stendur sig vel í að senda þeim sko æfingar, það er verið að hamast heima með klósettrullur og ég veit ekki hvað. Já, og einmitt heilt yfir erum við svolítið bara þjappast sem samfélag núna að takast á við þetta. Og ég held að börnin svona þau finna það, þannig að ég held við séum að standa okkur vel. Takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessari hlið málsins og gangi okkur öllum vel. Já, takk fyrir.